Gott kvöld landsmenn góður og velkomnir í fréttaþáttinn 1920 laugardagskvöldið 10. október. Það var á þessum degi fyrir 99 árum sem Hannes Hafstein, þá sýslumaður Ísfirðinga, var nærri drukknaður þegar enskir landhelgisbrjótar söktu bát hans á Dýrafirði en 3 Íslendingar fórust. En víkjum að fréttum dagsins. Læknar virðast sáttari við hugmyndina miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði eftir þær breytingar sem kynntar voru á frumvarpi í gær. Formaður Læknafélagsins segir breytingarnar gangi í rétta átt. Aðalfundur lækna frestaði nú síðdegis að afgreiða ályktun sem hafnar hugmyndinni. Viðræður Richards Holbrooks, sendimanns Bandaríkjastjórnar við Milošević Serbíuforseta, gáfu ekki von friðsamlega lausn. Holbrooks segir að komið sé að ögurstundu. Ekki verði þó tekin ákvörðun loftárásir NATO á stöðvar Serba fyrr en á mánudag í fyrsta lagi vegna stjórnmálaástandsins í Þýskalandi og á Ítalíu. Deildarstjóri áfengisvarnaráðs óttast að dómur héraðsdóms áfengisauglýsingar opni líka á birtingu tóbaksauglýsinga í fjölmiðlum. Héraðsdómur Reykjavíkur taldi verulegan vafa leik á því að auglýsingabann á áfengi samrýmdist stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Miðað við sömu forsendur kveðst talsmaður áfengisvarnaráðs ekkert sjá því til fyrirstöðu að tóbaksauglýsingar fara að birtast. Að öðru leyti ber þetta hæst. Skagfirðingar vilja að félagsmálaráðherra hunsi álit örnefnanefndar nafnlausa sveitarfélagi þeirra megi ekki heita Skagafjörður. Gengið var til stuðnings geðsjúkum í Reykjavík í dag. Ný stefnumörkun stjórnvalda gefur þeim vonum betri hag og setur börn og unglinga í forgang. Og lýsi var sturtað ofan í borgarstjórn í Reykjavík þegar gamlir skólasiðir voru rifjaðir upp á 100 ára afmælishátíð miðbæjarbarnaskólans. Og Íslendingar þeir safnast stigum í fótboltanum. Já, það vantaði hins vegar lýsisvopan í Armeníu þar sem Íslendingar mættu heimamönnum í landsleik í knattspyrnu í dag. Markalaust jafntefli var niðurstaðan en íslenska ungmennalandsliðið tapaði með 3 mörkum gegn 1 fyrir Armenum þar sem Eiður Smári Guðjónsson skoraði markið. Við sýnum myndir hér á eftir úr þessum leik og einnig úr körfuboltanum þar sem að 3 lið eru komin áfram í 8 liða úrslit og einnig þar sem að Stjarnan í Garðabæ lagði efsta liðið fram að velli í Nisadeildinni í handboltanum. En þá er það helgarfréttan og það er Hulda Gunnarsdóttir sem tekur við. Komið þið sæl, við byrjum helgarfréttan á því að fara borð í varðskipið Þór, en Þór fær bráðum nýtt hlutverk. Varðskipið Þór var eina skip gæslunnar sem tók þátt í öllum þorskastríðunum. Þetta skip ilmar af sögu þótt því hafi verið breytt einum 3 sinnum frá því það var smíðað í Álaborg árið 1951. Það hafa 14.000 sjómenn æft sig borð í Slysavarnaskóla sjómanna og nú fær Þór enn nýtt hlutverk. Arnar Sigurðsson á Húsavík sem fyrir á 2 hvalaskoðunarbáta ætlar að breyta Þór gamla í hótel og safn fyrir norðan. Og safnið á að minna á baráttu þjóðarinnar við að eignast þá auðlind sem fiskurinn í sjónum er. Því hér einu sinni voru Íslendingar nefnilega að verja fiskimiðin fyrir útlendingum en ekki rífast hver ætti fiskinn í sjónum. Þetta væri, ég hugsaði það lengi, þetta væri sennilega það skip á Íslandi sem ætti hvað sterkasta sögu. Það er sennilega ekkert skip á Íslandi sem á eins sterka sögu, þetta skip. Það er satt. En ég trúði reyndar aldrei og trúi varla enn að ég sé að eignast þetta skip. Þetta var mjög fjarlægur draumur og er. Þetta er gríðarlegt verkefni, þetta er rosaleg vinna að fara í þetta. En þetta er bara svo áhugavert að það er ekki hægt að sleppa því. Helgi Hallvarsson skipherra barðist við breska heimsveldið á Þór. Hann þekkir brúna eins og lofan á sér. Og ég byrjaði hérna strax eftir stýrimannaskólann 1955 og var hér sem sagt af og til ásamt þessum milli sem var á hinum varðskipunum. En síðast var ég hér í síðasta þorskastríðinu 1975-76. Hann var mjög kraftmikill við að komast undan bæði dráttabátunum og togurunum og stóð sér vel þráttur öll höggin frá herskipunum. Þannig að ég fann aldrei neitt af Þór, öðruvísi það að þetta verið traust og gott skip. Þetta skip á merka sögu og hún verður ennþá merkari, þetta orðið safnorður á Húsavík þar sem að fólk getur komið borð og komist að því hvað hér umverulega hefur verið að gerast í þessu skipi. Það söknuður í þessu. Það söknuður í þessu, þú sér það svona, þessi tréþilfur, þetta er nú ekki á hverju skip í dag.
Aldeilis ekki. Þetta svona gullfosstilfinningin. Standa hérna á Oregon Pine. Hvað kaupir þú gamla Þóra? Það rúmum 1000 kall. 9 krónur þá? Já. Svona segðu mér það, hvað það? Það hefur ekki verið gefið upp með það. En það rúmum 1000 kall. Það hlýtur að vera meira? Já, það vel rúmum 1000 kall. 20 milljónir? Nei. 20 til 40? Nei. 10 til 20? Hefur ekki einhverja fleiri spurningar? Garðakot, kúrin undir Mýrdalsjökli og bóndinn á bænum, hann Guðjón Þorsteinsson, á hest á 50-aldri og elsta minkahund á landinu. Víst hljóta mennirnir að mótast af umhverfinu. Þegar Mýrdalsjökull á aðra höndina og Dyrhóley á hina hlýtur það að hafa sín áhrif. Enda minnir skeggið á Guðjón í Garðakoti á úfnar öldur sem stíga krappan dans við Dyrhóley. Ýmist gutla þær við hart bergið eða gefa því einn á hann og kvika hvergi. Guðjón í Garðakoti kvikar hvergi. Hann léttfættur 74 ára. Maðurinn fæddist í Garðakoti og hefur búið þar alla ævi. Utan það að sem ungur maður fór hann í vinnu að vetrarlagi til borgarinnar og til Vestmannaeyja. Til skamms tíma bjó Óskar bróðir hans einnig í túninu heima, en nú dvelst hann á dvalarheimilinu í Vík. Á ótrúlegum haustdegi hittum við Guðjón. Haustverk standa yfir í kotinu. Sláturlömbin eru að fara. Ekkert erfitt að láta það frá sér? Þetta kannski gangur lífsins bara? Láta Ásmundur sér þetta allt saman fyrir mig. Ég væri ómögulegur og hann væri ekki. Það ekkert annað. Þegar lendi ég bara ekki allur í þessari myndavél hjá þig. Hvað ertu með mikið að fé, Guðjón? Hvað ertu með lítið á þeirra að segja? Jæja, hvað ertu með lítið? Ég er með eitthvað 100 kindur. Jæja, þó það. Já. Eru þið miklu mátar félagarnir hérna? Og nágrannar? Ég svoleiðis sveikindi að ég það ekki einu einn dag. Ertu stríðinn, Guðjón? Ég hef grun það. Nei. Já, ég held að hafa flokkan það funnin innrættilega. Það getur enginn, það getur að linda við mig, ekki nema einstakar sinnum. Þú svona ágætur í hófi? Nei, ég aldrei ágætt. Kaldhæðinn maður en kíminn, hann Guðjón. En segist fylgjast allt og vel með fréttunum. Finnst stjórnmálaástandið nú heldur dapurt oft á tíðum. Það verður ekkert lagast hjá sveitamönnum síðan að gamla hriflu hættir. Finnst þér sveitin vera afskipt? Já, ég finnst það. Kratarnir hafa alltaf verið balvaðir fyrir bændur. Þótt fjárbúskapurinn hafi yfirhöndina í Garðakoti getum við togað upp úr Guðjóni að hann hefur meira yndi af hestum. Enn á hann nokkur hross, vel ættuð sum og komin vel við aldur svo ekki sé meira sagt. Það er svo eldri sem er þarna þessi hvítari. Það eru hvor undan annari. Og hvað er hún margra vetra, þessi eldri? Ég sem sé yfir 40, meira en 40 ára. Heldur þetta sé elsta hross á landinu? Það veit ég. Þetta senda þess ég nenni ekki orðið að jarða þau. Ég gerði það. Já, þú ert hrossasál. Já, ég veist. Og þarna á bæjarhólnum þar sem sér yfir að Dyrhóley spyrjum við Guðjón um ástina. Þú er aldrei orðið ástfangin eða hvað? Nei, það hef ég ekki. Ekkert að ráði svona? Nei. Saknarðu þess? Nei,
ég sakna þess ekki. Það ger ég ekki. Og ekki orð það meir. En áður en við kveðjum ekki við annað komandi en að við lítum inn í Garðakot hjá Guðjóni. Þeir eru 3 þar í heimili og Guðjón segir ekki vera þar eins og hjá fólki, þótt allt sé jú hreint og strokið, hlýtt og gott. Greið, kallinn. Hann var nú ekki stór þessi. Ég var að éta með honum. Smjatta alveg. Já, til að fá hann til að nærast. Já. Ég hefði kannski átt að þvó mér hendurnar. Þú ert fín. Hvað þetta sem þú ætlar að bjóða okkur upp á? Já, glæra. Hvers vegna kallar þetta glæru? Er það ónýtt kaffi. Er glæra ónýtt kaffi? Já. Það er svo snyrtilegt og fallegt hérna hjá þér og fallegt hjá þér blómin. Ertu að rækta sjálfur? Ég vökvaði. Þú hlúir á þeim, þú hlýtur að hugsa fallega til þeirra. En það... Hefurðu gaman af blómum? Ég hef ekki gaman af neinn. Svona, látt ekki svona. Ég segi það. Svona, stoppaði helvítismyndavélum. Jón Oddgeir Guðmundsson boðar guðsorð á símsvara og minnir ökumenn á mátt bænarinnar í akstri. Óskar Þór fór á heimsótti Jón Oddgeir. Já, Jón Oddgeir Guðmundsson er maður trúaður og hann á góðar stundir með Guði sínum í þessu litla húsi í hjarta bæjarins, en hér selur hann allt milli himins og jarðar sem á einn eða annan hátt má tengja himnaskaparanum. Í mörg undanfarin ár hefur Jón Oddgeir gefið út og selt bílabænina sem hann er að minna á með skiltinu á Móltugnahálsi. Það kviknaði eiginlega fyrir 3 árum hjá mér að minna bílstjóra á bílabænina þegar ég var að standa í öðru að reisa minnisvarð séra Friðrik Friðriksson. Ég er búinn að gefa bílabænin út í 26 ár og ég langaði til að gera eitthvað svona hérna þegar fólk væri út á bænum, væri kepparunandi og það væri ágætt að minna á bílabænina og minna bílstjóra á ábyrgð þeirra þegar þeir væru að keyra því að menn keyra nú oft mjög hratt þegar þeir fara út á bænum. Boðun hinnar kristnu trúar er Jóni Oddgeiri ákveðin köllun. Þetta flokkast ekki undir business. Nei, ekki lítið nú á það þannig. Það er ég ætla þetta sé ekki bara mission hjá mér að gefa út bílabænina. Bara hugsunastarf? Já, það er ekkert annað. Jón Oddgeir byrjar hver dag á því að fara með Guðs orð. Orð dagsins hljómar kunnulega í eyrum margra. Ef þú hringir í síma 462 1840 færðu reikninguna beint í æð, ef svo má orði komast. Lesarinn er engin annar en títtnefndur Jón Oddgeir Guðmundsson. Orð dagsins. Trúin er fuglur sem það sem menn vona, sannfæring þess sem ekki er auðið að sjá. Hebreabréfið 11:1. Starfsemi litla hússins, þar með talin útgáfa bílabænarinnar og orð dagsins, veita Jóni Oddgeiri ekki mikil veraldleg auðæfi. En það er ekki aðalatriðið í hans huga. Hans er að breiða út orð Guðs og svo verður áfram. Já, ég held áfram með þetta, en Guð gefur mér líf og heilsu. Náttúru- og umhverfisverndarsamtök auk listamanna vöruðu við framkvæmdum á miðhálendinu á nýstárlegan hátt í vikunni, lásu upp ættjarðarljóð fyrir þingheim. Listamenn vilja með þessu móti vara við framkvæmdum á miðhálendinu sem munu stefna náttúrufegur landsins í voða að þeirra mati. Mér finnst menn hjá Landsvirkjun kannski einblína of á að gera ofboðslega stórar stíflur og grafa rosalega löng göng og veita ótrúlega stórum jökulvötnum undir fjöll og yfir í næstu dali og skilur, mér finnst þetta ekkert sniðugt. Ég vil að það sé talað á öðrum nótum, að það sé talað svona á einhverjum viðkvæmari nótum að því að náttúran okkar er svo viðkvæm. Hún þolir ekki allt þetta rosalega rask og þessar gigantísku stærðir og þessar svakalegu bora. Elísabet Jökulsdóttir, þú ert að fara að stíga á stokk og flytja óð til náttúrunnar og vekja alþingismenn til umhugsunar. Hvað ertu búin að velja? Landsýn eftir Stein Steinar. Ísland, minn draumur, mín þjáning, mín þrá,
mitt þróttleysi og viðnám í senn. Jæja, Alþingiskonur tvær mættar hérna út. Hvað segir þið, hvernig líst ykkur á? Bara mjög vel. Mér finnst þetta bara dáist að baráttu þeirra fyrir þessu málefni. Og mér finnst það líka mjög gott að þau skuli taka þetta merki upp aftur. Við reyndum einmitt í samvinnu við þetta fólk að halda þessu merki uppi hér í vor í umræðunum breytingar á lögum sem að þá voru að fara í gegn. Hví heyrist ekki lengur í hrossagauk og spóa? Hví stökkva engin köll út stelksins rauða nef? Ég er hér fyrir hönd annarra náttúruunnenda og ég ferðast mikið hálendið. Til dæmis fór ég í sumar inn í Snæfell og horfði á þessa fallegu grænu bletti sem á að fara að sökkva hann í vatn. Þetta er bara fáránlegt. Bara sorglegt að það sé ekki fleiri einn dag að mótmæla þessu. Ég sé að þú bærir varirnar með leið og þú hlustar á. Já, mér þykir vænt að heyra þessi gömlu og fallegu ljóð landið okkar og ég held að þessi góðu boðskapur sem þetta fólk að flytja og mér þykir bara varði að átta mig á því hvað ég kann þá ennþá af þessum gömlu meisturum. Svoleiðis að mér líður bara ágætlega, það er svolítið rigning en allt í lagi. Vængjuð móðir að bía upp við ský yfir landsins stóru vöggu. Sætt sefur yndið mitt í dúni. Ég sé að þú ert að velja þér ljóð úr skólaljóðunum. Ertu búin að finna eitthvað? Ég er búin að finna nokkur sko, ég er að reyna að ákveða hvað ég á að byrja. Hvað finnst þér svona, hver eru svona í sigtinu? Sko það er annars vegar eitthvað sem lýsir sko tign og krafti landsins og svo hins vegar ljóð sem eru svona upplifun höfunda af því að vera út í náttúrunni og samsamast henni. Þið eru að fylgjast með þessum ljóðaupplæstri, hvað finnst ykkur um? Mér finnst þetta bara jákvætt. Gegn kalsíum Hefur þið komið upp á miðhálendi? skal kynstofning sjálf sér trúr. Í landhelgi rísa við loft. Hvað finnst þér virkjanaframkvæmdir? Sem lifandi múr. Hvað finnst mér? Og heldur en ég er sjálfur sér á móti því en ég meina það verður náttúrulega að nýta þessu öðru en það er ekki sama hvernig það er gert. Hugur hver sem Ísland elskar unir best við fjöll. Frostköld og funheit fegrar hann þau öll. Kötlu og Heklu og Helgafell. Kannastu við ljóðin? Já. Það er verið að koma skilaboðum á framfæri til ykkar. Þekkja þau vel. Þetta er góð skilaboð. Það þarf að vanda sig á miðhálendinu. Einn dýrmætasta perla þessara þjóðar liggur þar, mikil auðæfi í framtíðinni. Og þarf að vera stjórnmálamennin að vanda sig. Trölladyngja, Sprengisandur, Surtshellir. Við skorum á Alþingi að snúast gegn áformum stórfellda virkjun vatnsafls til raforkusölu sæstreng til Evrópu. Enda myndu slíkar framkvæmdir valda óbætanlegum spjöllum á náttúruauðlegð landsins. Ég tek við þessari áskorun sem ég hef raunar hlýtt á og mun kynna hana Alþingi með venjubundnum hætti. Þakka fyrir. Ólafur, komið með áskorun í hendurnar frá öllum þessum samtökum. Hvað segir þessa perlu sem þarna verið að, menn hafa áhyggjur af? Já, ég skil vel þær áhyggjur og deili þeim með þessum samtökum. Það vil nú svo til að ég þekki mig dálítið vel á Hollendinu því að ég vann við landmælingar þegar ég var ungum maður og þekki þetta vel. Er annt um þær? Já, mér er mjög annt um þær. Og eins og ég segi, ég mun koma þessu til skila við Alþingi. Helgarfléttunu er lokið að sinni, en það er hann Marteinn Mostal sem hefur síðast orðið að venju. Og hér eru fleiri sjöfettir áður en loka búðinni. Alltaf snemma. En er það ekki furðulegt að ganga í samfylkingu sem kallar sig Sjálfstæðisflokkinn? Því það er eins og við minni að segja einn flokkur fyrir í landinu sem heitir þessu nafni. Sko ég held að mennum hætti svolítið til að misskilja Sjálfstæðisflokkinn. Menn eru alltaf að tala um það að menn fá ekki að tala í Sjálfstæðisflokkinn. Það er tómt kjaftæði. Menn eru að tala eins og þeir vilja. Já, ekki. Og menn þurfa ekki einu svona að spyrja leyfi til að fara í framboð. Framsóknarflokkurinn hefur fengið Viagra umboðið og nú streyma menn úr öðrum flokkum í lífið Framsóknarflokksins. Kristinn H. Gunnarsson og Guð veit hvaða fleiri framsóknarmenn koma út úr skápnum.
Svona á að gera það, Davíð Ásgeirsson. Fá sér eina tvað vega og rísa upp sem framsóknarmaður. Það er hægt að hugsa sér það. Já, það er ekki verri kost, það er betri kost. Þetta gerist allt með fúsum og frjálsum vilja. Já, það er frjáls vilji sem er að fara með þjóðina. Ég vil ríkisstyrt einræði strax og ríkið opið allan sólarhringinn. Já, takk. Það held ég. Hei, láttu þið vera. Það var ekki ég. Það var Hannes hérna á hestinum. Pizza-kona, sími 557 77 77. Lækjarbrekka, í gegnum lífsins ljúfu stundir. Lækjarbrekka, alltaf sígild, alltaf ljúf. Eldhús og bað er flutt í húsasmiðjuna. Alvöru glæsileg innréttingaverslun með eldhús og baðinnréttingar við allra hæfi. Eldhús og bað, húsasmiðjunni. Góðar innréttingar á verði fyrir þig. Velkomin aftur. Það kætast eflaust margir áskrifendur Stöðvar 2 í kvöld því strax á eftir þættinum vini eða Friends klukkan 20:40 mætir meintur Íslandsvinur Jerry Seinfeld á skjáinn í nýrri sirkusina vinsælu gamanþátta. Klukkan 21:10 hefst hins vegar sýning bíómyndarinnar Hljómsveitin eða The Thing You Do með Tom Everett Scott, Liv Tyler og Tom Hanks í stórum hlutverkum. Tom Hanks leikstýrir myndinni, skrifaði handritið og tók meira að segja þátt í að semja sum lagana sem í myndinni heyrast. Loks er að geta spennumyndarinnar Hættuspil eða Maximum Risk með hörkutólinu Jean-Claude Van Damme í aðalhlutverki. Myndin sú er stránglega bönnuð börnum og hefst sýning hennar klukkan 23:05. En þá er komin tími til að líta til veðurs. Sigurður Jónsson. Komdu með í loftið. Tal. Já, komið sæl. Það er nú lag sem er að nálgast landið og skilin frá henni hafa verið svona að fara yfir vestanvert landið í dag með úrkomu. En sjá læðina, hún fer nú síðan yfir landið í nótt. En við skulum líta hérna eins og hitatölunar og þá sjáum við að hitinn hérna í Evrópu er svona víða á bilinu 10 til 15 stig og reyndar hef ansi úrkomu samt og því að það eru læðir sem að ganga þarna yfir núna þessa dagana. En við sjáum hérna þessa lægð úr lofti, við sjáum hérna hér er lægðamiðjan og hérna þetta hvíta mikla skýjaþykni að þetta er þessi úrkomu svæði sem að núna er yfir vestanverðu landinu og við dembum okkur hérna ofan í skýjaþyknið, ofan í rigninguna. Og svona leit þetta út á hádegi, við sjáum að það er rigning allt vestanvert landið, hefur þyknað upp austanlands og núna undir kvöld að þá var einnig farið að rigna austanvert landið. En það sem er nú að gerast hjá okkur í kringum okkur, eins og ég sagði þá er þessi lægð hérna sem við sáum á gervitunglamyndinni áðan, að hún er hérna með sín skil sem að fara hérna yfir landið og einnig fer hérna lægðin yfir landið í nótt. Og það sem hún gerir síðan að í kjölfar þessar lægðar að þá fylgir hérna nokkur skammvinn norðanátt en síðan annað kvöld að þá kemur reyndar ný lægð hérna upp á landinu, fer hérna inn á vestanvert landið með svona samskonar veðri og hefur verið í dag þá á mánudaginn. En við skulum líta á hvernig spákortið lítur út á morgun. Það má nú búast við því að með þessari norðanátt að þá munum kólna töluvert og við sjáum að hitatölurnar hérna eru komna niður af frostmarki. Þannig að svona við sjóin að þá reiknum nú með því að hitin verði nú svona 1-2 stig en þegar við komum upp til fjalla þá verður væntanlega farið að frysta og við sjáum að spáin er upp á -4 stig á Hveravöllum á morgun. En hérna sunnanvert landið að þá verður svona heldur hlýra þó að þar kólni nú einnig. En við sjáum að það norðanáttin verður hérna allsráðandi á hádegi á morgun og það má búast við því að hérna norðanvert landið að þá verður nú nokkuð stíf norðanátt seint í nótt og svona fram eftir morgundeginum. En síðan þegar líður á daginn að þá
fer hún væntanlega að draga úr þessari norðanátt og við gerum ráð fyrir því að annað kvöld hefur dregið mjög verulega úr vindi. En við skulum skoða þá skýjafarið, hvernig það lítur út á hádegi á morgun. Þá verður væntanlega slydda norðanvert landið og þá má búast við því að það snjói til fjalla. En við gerum ráð fyrir því að það verður nú þurrt suðvestanvert landið og má búast við því að þó svo að það sjáist nú jafnvel eitthvað örlítið til sólar. En þetta breytir svo síðan annað kvöld eins og ég sagði þegar þessi nýja lægð kemur væntanlega með úrkomu vestanvert landið aðra nótt. Nú, við látum þá þetta duga veðurfréttunum í bili en ég kem síðan aftur rétt fyrir 8 og þá skulum við kíkja á veður í borgum víða heim. Verið þið sæl. Það tal sem færir veðrið. Smynt. Litlu myndunar með stóra bragðinu, frískandi og fjöruga. Ekkert smynt, engin koss. He was waiting for me. He knows. You got a box big enough to hold $500,000 for killing my wife. Ég hef nú dálítið gaman að því að veiða og svo reyni ég að fylgjast með fréttum eins mikið og ég get. Og eftir að við fengum okkur netið fæ ég alla þær fréttir sem ég vil, þegar ég vil. Smelltu þér á netið. Íslandia Internet. Kveikt á perunni. Það eru ljósadagar hjá IKEA. Ein af ástæðinu fyrir langlífi á Miðjarðarhafssvæðinu er mataræðið. Nýr fiskur, grænmeti og ólífuolía. Eða kannski að séu aðdáendurnir sem halda þeim sprækum. Olívjó á brauðið. Afurð fornra ólífulunda. Í íslenskum iðnaði skipta hreinlæti og umbúðir sköpum þegar ná á til viðskiptavina. Hjá Plastos, miðum og tækjum, sérhæfum við okkur í heildarlausnum. Við bjóðum hágæða vélar fyrir pökkun, vigtun og merkingar. Þú kemur til okkar ef þú vilt fyrsta flokks þjónustu. Plastos, miðar og tæki, Krókhálsi 1. Pizza Corner, sími 557 77 77. Veldu nýstárlega pylsurétti. Select. Nú hefur verið opnuð ný Select sjálfstöð við Birkinu. Eftir 6 daga. Stærsta mynd allra tíma. I'm the king of the world! To make me count. To make me count. You're the most amazingly astounding, wonderful woman that I've ever known. Iceberg, right ahead! I hope you enjoy your time together! You jump high, jump right. Titanic kemur í verslanir 16. október. Stór útsala á notuðum bílum hjá B&L helgina. Alla tegundir og stærðir með 110.000, 140.000, 190.000, 230.000, 260.000 króna afslætti. Þú gerir ekki betri kaup í notuðum bíl. Komdu í B&L, Suðurlandsbraut 14 og gerðu kaup ársins. Komdu strax því útsala stendur aðeins þessa helgi. Íha!
Eldhús og bað er flutt í húsasmiðjuna. Alvöru glæsileg innréttingaverslun með eldhús og baðinnréttingar við allra hæfi. Eldhús og bað, húsasmiðjunni. Góðar innréttingar á verði fyrir þig. Læknar virðast nú sáttari við hinn umdeilda gagnagrunn. Aðalfundur Læknafélagsins frestaði að afgreiða ályktun sem hafnar hugmyndinni. Ákvörðun NATO árás á Serba frestast fram yfir helgi. Viðræður sendimanns Bandaríkjastjórnar við Milošević forseta gáfu ekki von friðsamlega lausn. Deildarstjóri áfengisvarnaráðs óttast að dómur héraðsdóms áfengisauglýsingar opni líka á birtingu tóbaksauglýsinga í fjölmiðlum. Skagfirðingar vilja að félagsmálaráðherra hunsi áliti örnefnanefndar að nafnlausa sveitarfélagi þeirra megi ekki heita Skagafjörður. Gengið var til stuðnings geðsjúkum í Reykjavík í dag en í stefnumörkun stjórnvalda gefur þeim von betri hag og setur börn og unglinga í forgang. Og lýsi var sturtaður ofan í borgarstjórn í Reykjavík þegar gamlir skólasiðir voru rifjaðir upp á 100 ára afmælishátíð miðbæjarbarnaskólans. Gott kvöld, við byrjum á heilbrigðismálum. Læknar virðast sáttari við hugmyndina miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði. Formaður félags þeirra segir breytingar sem nýtt gagnagrunnsfrumvarp felur í sér gangi rétta átt. Skiptar skoðanir voru þó málið og frestaði Læknafélagið í dag að afgreiða ályktun sem hafnar hugmyndinni. Pétur Pétursson. Það var víða fjallað miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði í dag. Í háskólanum fór fram málþing málið, en hér í húsakynnum Læknafélags Íslands fer fram aðalfundur og þar var frumvarpið eitt af aðalmálunum. Heilbrigðisráðherra kynnti nýja frumvarpið í gær en það er að mörgu leyti frábrugðið fyrra frumvarpi sem læknar lögðu skegn af hörku. Það eru 16 eða 17 breytingar á því sem að marga hverjar ganga í rétta átt að mati margra. Fundurinn hann hefur lýst yfir eindregnum stuðningi við hvernig stjórn Læknafélags Íslands hefur haldið á þessu málum fram að þessu og fagnar því að umræðan hefur verið svona mikil og telur að henni sé ekki lokið og vill fresta málinu til framhaldsaðalfundar sem að verður eftir 2 eða 3 vikur. Fyrir fundunum lá ályktunartillaga að miðlægur gagnagrunnu væri óæskilegur. Sú tillaga var rædd í dag en afgreiðslu hennar frestað. Mér heyrist nú að fundurinn sé nú frekar á því að það sé óæskilegt að hafa miðlægan gagnagrunn en það séu margir kostir í stöðunni, margt jákvætt við þetta frumvarp og það ber að meta það á móti áhættunni. Og við þetta má bæta að landlæknir hefur sagt að verulega lagfæringar hafi gerðar á gagnagrunnsfrumvarpinu frá því sem var og komið til móts við óskir embættis hans breytingar. Páll Pétursson félagsmálaráðherra segir ekkert að því að yfirmenn Technoprom Export gangi störf undirmanna sinna og að þessi titlingaskítur eins og ráðherrann kemst til orða að vera að finna að því. Samkomulag tókst launamál starfsmanna fyrirtækisins í gærkvöldi. Haukur Hólm. Fulltrúar Rafiðnaðarsambands Íslands og félags járniðnaðarmanna sátu á fundi með forráðamönnum Technoprom Export þar til seint í gærkvöldi og lauk þeim fundi með samkomulagi. Það í fyrsta lagi felst það að þeir ætla að fara eftir kjarasamningum. Þeir ætla að leiðrétta tímaskriftir sem voru auðvitað mikið of lágar hjá mörgum mannanna og eins líka ætla þeir að raða mannanum rétt inn í launaflokka sem var veruleg vöntun á. Guðmundur segir að með þessu sé viðurkennt að íslensku verkalýðsfélögin hafi haft rétt fyrir sér í þessari deilu. Hann segist vonast til að deilunum sé þar með lokið. Í samkomulaginu gert ráð fyrir að félögin snúi sér til Landsvirkjunar komi upp ágreiningur. Rússarnir eru með tífalt hærri laun núna en þau voru þegar þessi deila byrjaði. Ein skýring sem gefin var lág laun þeirra var að þeir þyrftu að greiða skatt bæði á Íslandi og í Rússlandi. En ef að þeir taka með sér kvittun héðan frá íslensku skattyfirvöldum þá skila þeir því með sínu skattframtali í apríl á næsta ári og þá fá þeir endurgreiddan rússneska skatti. Þá hafa verkalýðsfélögin farið fram á það við félagsmálaráðuneytið að fá að sjá ráðningarsamninga mannanna en þeir hafa fengið þau svör að þess þyrfti ekki því skilyrði fyrir rekstrarleyfi fyrirtækisins væri háð því að ráðningarsamningar hafi verið gerðir. Og síðan kom það fram reynda síðar að hjá forstjóra Techno, aðstoðarforstjóra, að þeir hefðu nú verið meðhöndlaðir hér allan tíman. Það var þetta komið fram í deilum til því sambandi við Orlof eins og þeir væru businessmenn. Ef þeir hefðu verið businessmenn í stuttri heimsókn þá hefur ekkert þurft við okkur að tala, þá hefur ekkert þurft á neinum atvinnulegum að halda. Þannig að þetta er náttúrulega fjarstæða eins og margt annað hjá Guðmundi og ég skil ekki tímanum að láta svona. Það er búið að ná endum saman í meginmálinu, það er að segja launamálinu og þá ættu nú að vera sáttir.
Páll segist hafa undir höndum yfirlit frá Technoprom Export þar sem segir að starfsmönnum fyrirtækisins verði greidd laun samkvæmt íslenskum samningum og þar fylgi einnig ráðningarsamningur með atvinnuleyfum. Verkalýðsfélögin gera athugasemdir við að yfirmenn gangi í störf undirmanna. Það finnst mér nú titlingaskítur, ég gerir nú ekki mikið með það eða miklar athugasemdir við það þó að yfirmaður standi ekki gónandi og tæti sér skrúlykil í hönd til aðstoðar verkamönnum sínum ef hann hefur tíma til þess. En ekki leyfi gefið út á það að þeir séu bara þarna við stjórnun og eftirlit? Þeim borgað fyrir að stjórna og líti eftir. Ég ger engar athugasemdir við það þó að þeir grípi í verk með undirmönnum. Richard Holbrooke, sendimaður Bandaríkjastjórnar, segir að tími til að finna friðsamlega lausn á deilunni í Kosovo sé að renna út. Ekki verður tekin ákvörðun loftárásir NATO og Kosovo fyrr en á mánudag í fyrsta lagi vegna stjórnmálaástandsins í Þýskalandi og á Ítalíu. Árni Snemar. Richard Holbrooke ræddi í dag við fulltrúa hófsamra aðskilnaðar sinna í Pristína, höfuðstað Kosovo, en áður sat hann að hljóðskrafi með Milošević Serbíuforseta fram á nótt. Viðræðurnar gáfu ekki tilefni til bjartsýni. Extremely serious situation and there's no change there. Á meðan á þessu stendur undirbýr NATO loftárásir á Serba. Frakkar eru nú ekkert síður ákveðnir en Bandaríkjamenn og Bretar og leggja fram nærri 20 þotur til árása. Þjóðverjar eiga hins vegar óhægt vik með að gefa skjót svör stuðning við árásir og á Ítalíu stjórnarkreppa og andstaða mikil við árásir. Af þessum sökum ekki búist við grænu ljósi frá höfuðstöðum NATO fyrir á mánudag. Bandaríkjamenn höfðu vonast eftir formlegri ákvörðun nú helgina til að auka þrýsting á Milošević forseta Júgóslavíu. Let me say, to finalize that still we have an easy way out of this conflict. It's for Milošević to comply. If Milošević does not comply, I can tell you that NATO is ready, all the allies are ready to act. Allt virðist þó með kyrrum kjörum í Kosovo, Serbar hafast ekki að og skærliðar KL aðskilnaðar sinna virðast halda sig til hlés. Á meðan færist veturinn sífellt nær og enn hafa 50.000 manns höfðu sinni hvergi að halla og 200.000 að minnstakosti til viðbótar eru á flótta. Ýmis félög iðnaðarins fengu milljónir króna í styrki frá vöruþróunar og markaðsdeild Iðnlánasjóðs. Bankaeftirlitið sagði Iðnlánasjóði ekki heimilt að veita upplýsingar styrkþega. Haukur Hólm. Einar Hálfdánason, lögfræðingur og endurskoðandi, fór fram á að fá upplýsingar úthlutanir úr Iðnlánasjóði þáverandi. Úrskurðarnefnd upplýsingamál úrskurðaði að hann ætti rétt á upplýsingunum, en máli fór fyrir dómstóla og dæmdi Hæstiréttur í fyrradag að Einar ætti rétt á þessum upplýsingum. Eins og fram kom í 1920 í gær fóru öll framlög til hagrannsókna í þágu iðnaðarins og aðgerða sem stuðla að þjóðhagslega hagkvæmari iðnþróun á árunum 90-96 alls 77 milljónir króna til félags íslenskra iðnrekenda og landsambands iðnaðarmanna og seinna til samtaka iðnaðarins eftir að þau tóku við. En það eru ekki einu styrkirnir sem félögin fengu því á sama tíma fengu ýmis félög sem mynduðu umrædd samtök liðlega 16 milljónir króna til viðbótar í styrki frá vöruþróunar og markaðsdeild Iðnlánasjóðs. Ástæða þess að Einari Hálfdánasyni voru ekki veittar upplýsingarnar á sínu tíma var að Bankaeftirlit Seðlabanka Íslands taldi sjóðunum ekki heimilt að veita þessar upplýsingar. Fortakslaus þagnarskylda varðandi þetta hafi hvílt á Iðnlánasjóði. Í úrskurði úrskurðarnefndar upplýsingamál segir að vafi kunni að leika á því hvernig túlka bæri ákvæði laga þagnarskyldu og féllst nefndin á þá kröfu sjóðsins að fresta réttaráhrifum úrskurðarins þar til dómur væri genginn. Og voru upplýsingarnar því veittar þegar dómur Hæstaréttar á fimmtudag lá fyrir. Deildarstjóri áfengisvarnaráðs óttast að áfengisauglýsingum fjölgi í fjölmiðlum eftir að héraðsdómur vefengdi gildi auglýsingabanns á áfengi í gær. Miðað við sömu forsendur sér hann ekkert því til fyrirstöðu að tóbaksauglýsingar fara að birtast í fjölmiðlum. Pétur Pétursson. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í gær framkvæmdastjóra Ölgerðar Egils Skallagrímssonar af ákæru þess efnis að hann yrði að sæta refsiábyrgð vegna auglýsingafyrirtækisins á áfengum bjór af tegundinni Egill sterki. Dómurinn taldi verulega vafaleik á því hvort ákvæði áfengislaganum auglýsingabann fengi samrýmst stjórnarskránni og mannréttindasáttmála Evrópu. Deildarstjóri áfengisvarnaráðs óttast að þessi niðurstaða leiði til þess að áfengisauglýsingum fjölgi til muna í fjölmiðlum. Því miður þá held ég það sé ekki nokkur vafi og það þegar búið að fara að skila sér. Reyndar jafnvel áður en að dómurinn birtist virðast vera búið að búa til auglýsingar því það birtast strax í blöðunum í dag. Dómnum verður áfrýjað og hefur Jón þá trú að niðurstaðan breytist í meðförum Hæstaréttar. Mér hefur fundist lögin vera nógu skýr en
Ég held að þau hafi verið saman í anda tóbaksvarnalaga en sjoppugreifar virðast ekki skella skolla yfir því þó að þeir sitja ekki við sama borð. Af hverju með þeir þá ekki auglýsa tóbak? Það bannað að auglýsa tóbak alveg eins og að bannað að auglýsa áfengi. Þannig að maður vel búist við því að þeir fari að pröfa líka. Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra segir að ráðleysi Japana í efnahagsmálum og vandræði Clintons Bandaríkjaforseta heima fyrir hindri bata í alþjóðlegu efnahagslífi. Vaxandi ótti við heimskreppu var í brennidepli umræðuna á aðalfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans sem lauk í Washington í lok þessarar viku. Árni Snævar fréttamaður fylgdist með umræðum. Stöndum við í svipuðum sporum og við gerðum árið 1929 heimskreppa skall á. Þetta svo spurning sem brennur á margra vörum þessa dagana. Ríki heims reyndu ákaft á ársfundi Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem lauk á fimmtudag í Washington að stilla saman strengi til að reyna að koma í veg fyrir að efnahagskreppan sem hófst í Asíu fyrir tæpu hálfu öðru ári breiðist út. Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra hefur verið talsmaður Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna á fundum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans hér í Washington. Halldór telur að þessar stofnanir eigi að gegna lykil hlutverki í því að koma í veg fyrir að það öngþveiti sem einkennt hefur fjármálamarkaði í nokkrum heimsálfum breiðist út allan heim. Nobody expected events of this magnitude, and it is disturbing to note how grave the economic and social consequences are turning out to be. Þannig að við höfum því miður eftir að sjá þarna slæmar fréttir, en það hægt að bregðast við þessu. Það hægt að slökkva þessa elda og slökkviliðið í þessum byggingum hér þessar mundir og þarf að hreyfa sig. Flestir eru sammála því að gegndarlaus spákaupmennska eigi stóran þátt í því hvað kreppan hefur breiðist mikið út. Nú svo komið að jafnvel eindregnustu talsmenn markaðslausna og alþjóðavæðingar hvetja til þess að einhverjum böndum verði komið á alþjóðlega fjárfesta. Öll spjót standa á Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Sjaldan hefur verið ætlast til eins mikils af sjóðnum og núna og sjaldan hefur hann virst eins vanmegnugur að gegna hlutverki sínu. Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra tók undir gagnrýni Wolfensson, bankastjóra Alþjóðabankans, sem gagnrýndi systurstofnunina, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, fyrir að skeita litlu félagslegar afleiðingar efnahagsaðgerða. Á ársfundinu voru menn einhugum að efla alþjóðapeningastofnanirnar en óljóst með hvaða hætti á að gera það. Þá Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn orðinn bitbein þings og forseta í Bandaríkjunum þar sem Clinton fær ekki það $18 milljarða í aukaframlag sem hann hafði lofað sjóðnum. Bæði ástandið í Japan og síðan þessi krísa hér milli forsetan og þingsins sem í Bandaríkjunum eru mjög slæmar í sambandi við hugsanlegan bata. Sveitarstjórn hins nafnlausa sveitarfélags í Skagafirði hefur farið þess á leit við Pál Pétursson félagsmálaráðherra að hann gefi grænt ljós á að sveitarfélagið heiti Skagafjörður þrátt fyrir að örnefnanefnd hafi í tvígang lagst gegn því. Óskar Þór Halldórsson. Nýtt sameinað sveitarfélaga í Skagafirði ennþá nafnlaust. Sveitarstjórnin og trúlega flestir íbúar sveitarfélagsins vilja að það heiti Skagafjörður en örnefnanefnd hefur í tvígang hafnað því, ekki síst vegna þess að Akrahreppur sé einnig í Skagafirði. Skagfirðingar hafa þó ekki lagt árar í bát og síðastliðinn þriðjudag samþykkti sveitarstjórn að óska eftir því við Pál Pétursson, ráðherra félagsmála, að hann staðfesti nafnið Skagafjörður þrátt fyrir neitun örnefnanefndar. En nú það þannig að sveitarfélagið nýja, það umlykur Skagafjörð, alveg frá Fljótum og vestur á Skagatá. En hins vegar Akrahreppur hluti af þeim byggðum sem eru inn af Skagafirði. Þannig að það má spyrja sig hvort að, fyrst farið út í þessa röksemdafærslu, hvort að Akrahreppur sé ekki frekar hluti af Skagafjarðarbyggð heldur en Skagafirði. En hvað gerir sveitarstjórn í hinu nýja sveitarfélagi ef Páll Pétursson hafnar beiðni hennar staðfestingu á nafninu Skagafjörður? Nú við náttúrulega munum fara eftir lögum og það nafn sem örnefnanefnd leggur til Skagafjarðarbyggð. Og þá myndi það væntanlega vera notað en alla jafna þá held ég að fólk hér muni áfram kalla þetta Skagafjörð og þetta byggð muni svona ekki vera notað nema mjög formlegan hátt. Skrifstofa Skagafjarðar. Góðan daginn. Já, sæl ert þú.
Já, svona sem sagt svaraði Síman á skrifstofu hins nýja sveitarfélags á Sauðárkróki. En þá það spurningin, hvað hyggst ráðherra félagsmála, Páll Pétursson, gera í málinu? Hann jafnframt fyrsti þingmaður kjördæmisins. En við erum rétt talnuð hér á eftir ætlum við að sjá þegar að lýsi var hellt ofan í borgarstjórn í Reykjavík og við sláumst í för með þeim sem gengu til stuðnings geðsjúkum í dag. En heilbrigðisráðherra segist ætla að beita sér fyrir því að tillögur hóps stefnumótun í málefnum geðsjúkra sem kynntar voru í dag verðað veruleika. Notarlegar nætur í eigin íbúð. Fold fasteignasala. Land Cruiser, táknum frelsi. Styrkur, sídrif, verð frá 3.065.000 krónum. Pizzakofinn, pítsur sem bragðast betur. Góðir landsmenn, gerið ykkur skammdegið bærilegt. Fáið ykkur rautt eðalginseng. Ég sagði rautt eðalginseng. Í íþróttum skipta kraftur og snerpa miklu máli. Ekta mexikóskt burritos ferskur og næringaríkur matur með bragðmikilli salsasósu og spennandi nýjung sem fljótlegt að elda. 1944, matur fyrir sjálfstæða Íslendinga. Ja, selvstændighed, det skulle de fanden fløjtende aldrig have haft. Nú liggja Danir í því, Thule. Þriðji besti bjór í heimi. Komdu í kjötborðið í Nýkaup. Við bjóðum eingöngu fyrsta flokks kjöt. Nýkaup, þar sem ferskleikinn býr. Island, de er altid pisseheldige i håndbold. Og de spiller ikke særlig godt fodbold. Og det er ikke anden varme kilder på den klippeø deroppe, mand. Det ser for spat af at kigge på. Jeg kan sgu da lave øl i det mindste. Okay, det kan vi godt blive enige om. Nú liggja Danir í því, Thule. Þriðji besti bjór í heimi. Eldhús og bað flutt í húsasmiðjuna. Alvöru glæsileg innréttingaverslun með eldhús og baðinnréttingar við allra hæfi. Eldhús og bað, húsasmiðjunni. Góðar innréttingar á verði fyrir þig. Komið þið sæl aftur, við byrjum á kvennamálum Bandaríkjaforseta. Stendur að því að Monica Lewinsky, fyrrverandi ástkona Clintons, vinkonan Linda Tripp og meira segja Kenneth Starr saksóknari beri vitni þegar dómsmálanefnd þingsins rannsakar meint embættisbrot forsetans. Árni Snævar. Rannsóknin hefst í nóvember að loknum þingkosningunum. Stjórnmálaskýrendur í Bandaríkjunum telja að framhaldið getið oltið á niðurstöðum kosningana. Það alvanalegt í bandarískum stjórnmálum að flokkur sitjandi forseta, í þessu tilfelli demokrataflokkurinn, tapi fylgi á miðju síðara kjörtímabili hans. Lewinsky málið hefur þó ekki verið mikið notað af repúblikönnum í kosningabaráttunni það sem af er. Almenningur virðist almennt þreyttur á málinu, en kjörsókn í þingkosningum á miðju kjörtímabili tiltölulega lítil og gallharðir demokratar gætu kosið að sitja heima. Þingmenn demokrata telja að ákafi repúblikana í rannsókninni ráðist af niðurstöðunum. Vinni repúblikanar 10-15 sæti í fulltrúadeildinni og 5 í öldungadeild, muni þeir líta það sem umboð kjósenda til að ganga á milli bols og höfuðs á Clinton og rannsaka allt, ekki aðeins kvennamálin, heldur Whitewater-málið að nýju og fjármögnun kosningabaráttunnar. Það hins vegar engin hætta á því að repúblikanar vinni slíkan sigur að þeir ráði 2/3 hlutum þingsæta í öldungadeild og geti þannig hrakið Clinton frá embætti. Þó geta þeir haldið rannsókninni lengi áfram og skaðað orðstýr forsetans, þótt langlíklegast sé að málið endi með einhvers konar málamiðlun. Svo mikið víst að trúverðugleiki Clintons lítill sem engin eftir það sem á undan gengið í Lewinsky-málinu.
Það er hins vegar ekkert nýtt að sitjandi forseti eigi miklum erfiðleikum með að koma málum sínum í framkvæmd á síðari hluta síðara kjörtímabils síns. Tvennt liggur slasað á sjúkrahúsi eftir harðan afrakstur á móti Miklubrautar og Skeiðarvogs í morgun. 2 fólksbílar rákust saman á gatnamótunum og kastaðist annar þeirra síðan á umferðarljós. Beita þurfti klippum til að losa fólk úr öðrum bílnum en þrennt var flutt á sjúkrahús, ökumennirnir og farþegi úr öðrum bílnum. Einn hinna slösuðu var með minniháttar áverka og fékk fljótlega að fara heim en þeir voru lagðir inn á skurðlækningadeild karl og kona. Þegar áreksturinn varð voru umferðarljósin óvirk og blikkuð á gulu. Bílarnir eru taldir ónýtir. Heilbrigðisráðherra segist ætla að beita sér fyrir því að tillögur hóps stefnumótun í málefnum geðsjúkra verða að veruleika. Þar hafa börn og unglingar forgang. Formaður Geðhjálpar segir fordóma gagnvart geðsjúkum á undanhaldi en þó séu þeir til staðar ennþá. Haukur Hólm. Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn var haldinn hátíðlegur í dag. Pétur Hauksson geðlæknir og formaður Geðhjálpar segir slíkan dag hafa mikið gildi. Hann veki athygli á þörfum geðsjúkra og dragi úr fordómum sem hann segir að sé á undanhaldi. Ég held það og ég vona það og það gengur hægt náttúrulega en það er þessum hetjum að þakka sem hafa gert þetta, komið fram og sagt sína sögu. Það er leiðin til þess að draga úr fordómum. Þótt fordómarnir séu undanhaldi eru þeir þó ekki horfnir. Pétur segir ágætlega búið að geðsjúkum á Íslandi. Það verður að segjast að það er búið vel að þeim ef við berum okkur saman við önnur lönd. Og þess vegna, við höfum bent á það, að þess vegna þurfum við ekki að eiga sér stað svona slys eins og gerast hérna þar sem að þjónustan er ekki nógu góð að það er hægt að bæta hana. Og vil sérstaklega nefna barna og unglinga geðheilbrigðismál. Kívanismenn selja nú eins og venjulega kálíkilinn til styrktar geðsjúkum. Salan hefur gengið mjög vel en henni líkur annað kvöld. Þeir settu sér það mark að safna 20 milljónum króna og eru bjartsýnir á að það takist og vilja koma þakklæti á framfæri. Hefðbundin ganga fór fram í tilefni dagsins frá hinu nýja húsi Geðhjálpar í Odda þar sem ráðstefna fór fram. Þar var heilbrigðisráðherra afhent stefnumótun í geðheilbrigðismálum af starfshópi sem hún skipaði til að móta þessa stefnu fyrir 2 árum. Þetta er ítarleg skýrsla upp á 300 síður en þar eru börn og unglingar og langveikir settir í forgang. Þetta verður að raunveruleika en ekki í einu stökki en það er mjög mikilvægt að hafa skýra stefnu til framtíðar. Þúsundir kaupmannahafnarbúa nutu lista og menningar nætur langt í nótt þegar menningarnótt var haldin í Höfn 7. árið í röð. Árni Snævar. Menningarnóttin í Kaupmannahöfn var ekki umfangsmikil í fyrstu en á daginn kom að mjórar mikils vísir. Engar sögur fara þó af því að endur hafi verið hraktar á brott með flugeldasýningu en samt sem áður er ættarmót með menningarnótt frænda okkar í borginni við Sundin og okkar Reykvíkinga. Þannig eru söfn opin næturlangt og barflugur njóta lengts opnunartíma. Köfurum rann blóð til skildunar og brugðu sér í nætursundum kanala Kaupmannahafnar. Og stór þáttur í menningarnóttinni var að reynt bara líki eftir bæjarbragnum í Höfn á 19. öld þegar íslenskar hetjur riðu þar héruð Jón Sigurðsson forseti, Fjölnismenn og félagar. I'm selling beautiful girls. This is Magdalena, very young, beautiful Danish girl, cheap, nice. How much? 10 rigsdaler. That's $1, I think. Og meira að segja hlið Kristjánsborgarhallar sem hýsir danska þjóðþingið voru opin upp á gátt og nætur langt en alvara pólitíkurinnar véka þessu sinni fyrir gáska og gleði. Haldið var upp á aldarafmæli Miðbæjarskólans í dag. Á sínum tíma var nemendum gefið lýsi úr stóri könnu og á tilefni dagsins var svo síður tekin upp að nýju og lýsi hellt og ný borgarstjóran. Haukur Hólm. Það var í þessum sama sal sem Magnús Stephensen landshöfðingi og fleiri komu saman fyrir einni öld til að vígja barnaskóla Reykjavíkur sem seinna var Miðbæjarskólinn. Sá skóli var seinna lagður af en skólahald hélt áfram. Þar voru einkaskólarnir Tjarnaskóli og Miðskólinn en í nokkur ár var þarna menntaskóli við Tjörnina sem nú heitir Menntaskólinn við Sund. Og enn er skólastarf með einhverjum hætti í húsinu því þar er nú fræðsluskrifstofa Reykjavíkur. Sá siður var iðkaður á árum áður að gefa nemendum lýsi úr könnu. Siðurinn var tekin upp í stuttastund aftur í dag þegar borgarstjórinn fékk að dreipa á. Einnig fékk Sigrún Magnúsdóttir formaður fræðsluráðs sopa líka að eigin ósk en hún segir að sér þyki lýsi gott, reyndar svo gott að hún fékk 2-faldan skammt. Þá var það sunnudagsveðrið, Sigurður Jónsson.
Komdu með í loftið. Tal. Já, komið sæl aftur. Það er lægð sem hefur verið að nálgast landið í dag og hefur ollið þessari rigningu sem hefur verið vestanvert landið og síðan austanlands núna einnig í kvöld. Nú, þessi lægð, hún fer yfir landið í nótt og það þýðir að þegar hún er komin austur fyrir landa þá snýst vindur til norðlægrar áttar. Og þessari norðanátt fylgir kólnandi veður og við sjáum að hitastigið verður komið hérna niður undir frostmark við strendur norðanlands. En þegar við erum komin hérna upp til fjalla þá má búast við að það verður frost og Hveravöllum á morgun hádegi þá reiknum við með því að verði svona kannski 4 stiga frost. Nú þessi norðanátt hún gæti orðið allt stíf núna hvað við segja síðla nætur og svona fram á morguninn. En síðan þegar að líður á daginn að þá dregur nú verulega úr þessari norðanátt og má reikna með því að annað kvöld að þá verður nú komin hægur vindur vestanvert landið allavega. Nú þessari norðanátt fylgir slitta, væntanlega rigning eða slitta norðanvert landið og þá snjókoma til fjalla. En sunnanlands þá reiknum við með því að það nái nú að verða þurrt. En svona lítur morgundagurinn út. Við skulum líta á hvernig morgundagurinn lítur út í borgum víða heim. Við sjáum þarna bæði veðrið á hádegi í dag og síðan á hádegi á morgun. Og eins og við sjáum að þá er nú úrkomu samt víða í Evrópu. Nú þá höfum við veðrið en það má semst búast við því að næstu dagar verði síðan umhleypingasamir. Verið sæl. Það er tal sem færir þér veðrið. Og þá er það boltinn, Arnar. Takk fyrir það, Kristján Már. Við byrjum íþróttafréttirnar í Jerevan í Armeníu. Íslendingar mættu heimamönnum í dag í 2 fótboltaleikjum. Ungmennalandsliðið tók daginn snemma en beið lægri hlut fyrir heimamönnum sem skoruðu þrívegis en Íslendingar aðeins einu sinni. Eiður Smári Guðjónsson skoraði mark íslenska liðsins. Klukkan 1 í dag var flautað til leiks A-landsliða þjóðanna. Snorri Sturluson var í Jerevan og lýsti leiknum beint á sín. Þetta er vel gert. Ég er komin inn á vítateig og skotið en þetta er beint á Beresovski í markinu en heiðarleg tilraun, vel gert. Hvernig ná að tæta sig hér í gegn og þeir eru raunin að framkvæma mjög einföld atriði og það tekst þetta vel og hér veiðiferðin í vítateignu. Nei, engin vítaspyrna. Og skotin bylja hvert á fætur öðru á íslensku vörninni en hún gefur sér ekki. Sjáum við að þetta er vel gert og þeir eru að skapa sér hér stórætt og skotið en yfir. Auðun með langa sendingu fram á Arnar og Arnar er að komast hér alveg í gegn, komin inn á teginn. Þetta er vel gert, Arnar Gunnlaugsson. Nei, nú ætlaði hann sér of. Þetta er vel gert og þá Arnar Gunnlaugsson og Arnar tekur á sprett. Já, Arnar komin hér inn á vítateginn og reynir skot og þessi er rétt framhjá. Þórður ætlar greinilega að taka spyrnuna. Hér kemur skotið en þetta er Roman Beresovski. Hér Beresovski, markvörð. Hér kemur spyrnan frá Arnari, ágættur boltinn og teig og skallið framhjá. Við sjáum hvað gerist hér, nei það er Arnar og festir rétt yfir. Lárus Orri er búinn að stöðva ófáar sóknir gegn heimamanna segi ég. Þetta er hættulegt og skotið. Vel framhjá Petrosyan. Og hér boltinn út á Petrosyan inn á ferðina og hann er sendingun á teig, hættulega Ef við ekki að segja að þetta hafi verið leikbrella hjá íslensku varnarmönnunum. Létu boltann, vinstri kýrin og boltinn inn á teig. En íslenska vörnin er að hreinsa frá Arnar Gunnlaugsson reyndur komin enda tilbaka og hreinsa síðastur. Hér Petrosyan, túlsókn heimamanna. Og hér býður við, hér kemur skot og hér yfir markið frá Albert Sarkisyan. Það var nú verið að gantast með það hér fyrir dag þegar við heimsóttum völlina. Þetta væru gömul eftirlitsljós, flugvél eftirlitsljós frá KGB og hér í stöngina! Wow! Hér kemur Þórður Guðjónsson og boltinn fram á Ríkard og Þórður aftur, þetta er vel gert, tekur boltan vel með sér og Þórður stingur sér fram hjá varnarmönnum.
Þórður Guðjónsson rennir boltanum út á Ríkard Daðarsson, nei! Í afstöðu til frumvarps miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði og aðalfundi sínum í dag. Fundinum og afgreiðslu málsins var frestað 3 vikur. NATO hefur frestað til mánudags að taka ákvörðun loftárásir og því reyndi þrautar helgina að telja Serbum hughvarf. Hvíturússar vilja veita þeim hernaðaraðstoð. Technoprom Export hefur fallist á kröfur verkalýðsfélagana launakjör erlendu starfsmannanna við Búrfellslínu. Fulltrúi Landsvirkjunar mun fylgjast með að rétt verða málum staðið. Íslendingar hafa tekið upp samvinnu við World Wildlife Fund í fiskveiðimálum, segir Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra. Og í fréttatímanum sækjum við heim stórhuga bónda í Ölfusi sem reist hefur mikinn skála í víkingastíl á jörð sinni. Gott kvöld. Læknafélag Íslands lauk ekki umræðum frumvarpi miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði í dag. Formaður félagsins segir lækna þó jákvæðari en áður, en mikill vafi ríkjandi í hugum margra háskólamanna réttmæti frumvarpsins. Það enn mikilvægara nú en áður að læknar í landinu geti fallist á frumvarpi miðlægan gagnagrunn. Því ekki aðeins eiga sjálfstæðir læknar að taka ákvörðun hvort gögn sem þeir hafa undir höndum fari í miðlægan gagnagrunn, heldur munu læknaráðstofnana einnig hafa áhrif á það hvort og hve mikið af upplýsingum fara af heilbrigðisstofnunum í gagnagrunnin. Álits Læknafélags Íslands sem hélt aðalfund sinn helgina var því beðið með eftirvæntingu, enda hefur félagið til þessa verið á móti miðlægum gagnagrunni. Mönnum hefur nú gefist mjög skammur tími, sólarhringur, til að kíkja á þetta frumvarp og fundurinn sammála það að það sé rétt að skoða nánar og það hefur verið ákveðið að halda framhaldsaðalfund eftir 2-3 vikur til að fjalla frekar málið. Á þann tíma munum við nýta vel til þess að fara yfir þessi frumvarpsdrög og skoða þær breytingar sem á því að verið gerðar. En hvernig líst læknum á það? Væntanlega komið fram einhverjar skoðanir? Nú, þau álit sem ég hef heyrt það að það mjög margt í bóta og það enn stórum spurningum, kannski grundvallarspurningum sem enn telja vera ósvarað en vilja skoða betur. Það verður náttúrulega í þessu máli að vega bæði kostina og gallana. En áttu von á því að læknar mun geti fallist á frumvarpinu, hafið þið verið eiginlega eindregið á móti því að það er lagt fram? Álit stjórnar Læknafélags Íslands byggist á frumvarpinu eins og það var fyrir þennan aðalfund. Nú eru forsendur breyttar og ég get með engum móti fullyrt hver verður skoðun félagsins en niðurstaða aðalfundar. Háskóli Íslands efnir til málþings miðlægan gagnagrunn nú helgina. Þar koma saman vísindamenn úr mörgum greinum og viðra skoðanir sínar, ýmist með eða á móti því að settur verða á stofn miðlægur gagnagrunnur á heilbrigðissviði. Við skulum líta inn á fundin og heyra brot af því sem þar fór fram. Greinilegt er að háskólasamfélagið enn mjög efins réttmæti miðlægs gagnagrunns og ekki síður vísindarlegan ávinning af honum. Þetta sagði Laufey Tryggvadóttir faraldsfræðingur. En það nýtt að gerast núna. Það hafa aldrei áður verið fjárhagslegir hagsmunir á bakvið rannsóknir. Núna geti verið að það myndi breytast kannski þetta traust. Hvað gerir fyrirtæki á erfiðum tímum? Ágúst Einarsson, alþingismaður, spurði notagildi miðlægs gagnagrunns umfram aðra fyrir heilbrigðisþjónustuna. En ég vil fá betri rök hjá Kára, eða rök frá Kára, því hann kannski svaraði ekki spurningu Laufeyjar hér í byrjun. Er hægt að fara þessa leið, ná þessum réttu markmiðum sem hann stefnir án þess að setja miðlægan gagnagrunn eins og lagt til í frumvarpi ráðherra? Sigmundur Guðbjarnarsson, fyrrverandi háskólarektor, efaðist vísindarlegan ávinning af miðlægum gagnagrunni umfram þá sem til eru. Auðvitað mun hafa þessi gagnagrunnar mikið vísindalegt gildi og miðlægur gagnagrunnur mun hafa lítið hafa það, en hvort hann hefur það mikið gildi umfram þá sem fyrir eru er kannski spurning vegna þess að hvað hefur verið að gerast í samfélaginu núna. Það er búið að kljúfa vísindasamfélagi þeirra sem að vinna að líf og læknavísindum í tvennt. Oddur Benediktsson, prófessor, kvartaði yfir því að enn væri óskýrt hvaða upplýsingar ættu að fara inn í grunninn. Ef ég væri að skipuleggja gagnavinnsluverkefni svona og vissi ekki hvað fara inn eða hvað kom út eða hvað að gera við þetta, ég hættur að ég fengi ekki háengu fyrir það. Helga Ögmundsdóttir læknir vék að aðgengi annara vísindamanna að gögnum í grunninum. En það sem ég gera alvarlegastar athugasemdir við, það það sem ég vilja meina að maður þarf að kaupa sér aðgangskort. Það þarf að leggja inn í grunninn til þess að geta fengið upplýsingar úr honum. Og þetta finnst mér vera mjög alvarleg takmörkun.
Hvítrússar vilja veita Serbum hernaðaraðstoð komi til árása vegna Kosovo-deilunnar. Ákvörðun NATO loftárásir verður í fyrsta lagi tekin á mánudag og því reynt til þrautar helgina að finna friðsamlega lausn. Richard Holbrooke, sérlegur sendiboði Bandaríkjastjórnar á Balkanskaga, situr nú fund með Slobodan Milošević, forseta Júgóslavíu, og reynir til þrautar að telja honum hughvarf. Holbrooke hefur síðustu dagana verið eins og þeytispjald milli Belgrad og Pristínu, en hann var í dag í héraðshöfuðborg Kosovo og ræddi þar við foringja aðskilnaða sinna. Extremely serious situation, and there's no change there. Planning is continuing to move forward at NATO. I will let NATO speak for itself. We're not here on behalf of NATO. We're here to find ways to do the best we can in a very difficult situation. Sendiherrar NATO-ríkjanna 16 ræddu Kosovo-deiluna í dag. That the Council today has cleared all the decision has to be taken prior to the final one, which is the act of war. Let me say, to finalize, that still we have an easy way out of this conflict. It's for Milošević to comply. If Milošević does not comply, I can tell you that NATO is ready, all the allies are ready to act. Lukashenko, forseti Hvítrússa, hét Serbum hernaðaraðstoð í dag. У нас достаточно оружия для того, чтобы предоставить югославам самое современное для борьбы и с ракетами, и с самолетами. И мы готовы его предоставить югославам. Но мне кажется, что до войны там не дойдет. Потому что Запад понимает, что югославы будут вынуждены просто отвязанно защищать свою территорию и свою страну. Они свою страну не отдадут. Íslendingar hafa sögn Halldórs Ásgrímssonar utanríkisráðherra tekið upp samvinnu við umhverfissamtökin World Wildlife Fund til að verjast árásum á fiskveiðar. Halldór nýkominn frá Washington af ársfundi amerísk-íslenska verslunarráðsins. Á fundinu var fjallað viðskipti landanna. Fundin sóttu á annað 100 gestir, þeirra á meðal utanríkisráðherra og fjármálaráðherra sem höfðu setið fund Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Eftir fundin ræddi Halldór þá baráttu gegn fiskveiðum sem vart hefur orðið við. Við höfum reynt að hafa samstarfið umhverfissamtök eins og World Wildlife Fund sem fór af stað með baráttu sem þeir hafa nú sem betur verið hætt, minnst að kosti í bili. Við höfum haldið mjög vel á þessu máli að mínu mati á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Við höfum tekið þessi mál upp við bandarísk stjórnvöld og munum halda því áfram. Það kemur á óvart að World Wildlife Fund sé hætt baráttu sinni. Þessi auglýsing hefur gengið í sumar í blöðum eins og Time, Newsweek, Business Week og fleirum, nú síðast í Newsweek 5. október. Þar segir meðal annars að fyrir hvern rækjukokteil degi 2 kíló af sjávarlífi sem ættu að vera á reikningnum líka. Michael Sutton forstöðumaður herferðarsjóðsins heimshöfin í hættu. Hann sést hér á myndinni lengst til vinstri, með fulltrúum frá Unilever, fiskvinnslufyrirtækinu. Hann sagði í viðtali við Guardian í Bretlandi 7. júní síðastliðinn að allir þorskstofnar í Atlantshafi væru ofveiddir. Nú væri ekki í annað hús að venda en Kyrrahafið og þar yrði þorskinum trúlega útrýmt líka. World Wildlife Fund hefur gegnt forystuhlutverki í baráttu gegn nýtingu sjávardýra, svo sem hvals og sels. Með því átti sjóðurinn ríkan þátt í að leggja í rúst efnahag frumbyggja víða á norðurslóðum, auk þess að valda miklum skaða fyrir Íslendinga, Norðmenn og margar aðrar þjóðir. Verkalýðsfélögin og Technoprom Export hafa náð samkomulagi launakjör starfsmanna rússneska verktakans við Búrfellslínu. Laun mannanna hækka verulega frá því sem þeir hafa fengið fram til þessa og mun fulltrúi Landsvirkjunar hafa umsjón með því að gert verði upp við starfsmennina með réttum hætti. Rússneska ríkisfyrirtækið Technoprom Export féllst seint í gærkvöld á kröfur félags járniðnaðarmanna og rafiðnaðarsambandsins launagreiðslur til erlendu starfsmannanna. Í samkomulaginu felst leiðrétting á vinnutímafjölda, álagsgreiðslum og hækkun milli launaflokka. Jafnframt verður greitt orlof af heildarlaunum samhliða annarri útborgun. Laun erlendu starfsmannanna hækka úr $300 eða rúmlega 20.000 íslenskum krónum sem mennirnir hafa verið að fá útborga fram til þessa í $3.000. Það þýðir að starfsmennirnir fá 120.000 krónur á mánuði þegar búið að taka skatt og aðrar launatengdar greiðslur frá. Samkvæmt samkomulaginu mun fulltrúi Landsvirkjunar hafa umsjón með því að starfsmenn rússneska verktakans fái greidd rétt laun
og með eðlilegum hætti. Komi til ágreinings og brjóti Technopromax Sport gegn samkomulaginu geta stéttarfélögin snúið sér beint til Landsvirkjunar með þá kröfu að haldið verði eftir nægilega hárri upphæð þar til rétt uppgjör hefur farið fram. Jafnframt hefur verið gengið frá skattamálum erlendu starfsmannana. Þá hefur verið sótt atvinnuleyfi fyrir Rússana 3 sem verkalýðshreyfingin hefur haft undir sínum verndarvæng að undanförnu. Tillaga skiptingu núverandi kjördæma til að jafna fjölda þingmanna og atkvæðisrétt myndi spilla því byggðarsamstarfi sem hefur verið að byggjast upp á undanförnum árum að áliti þingmanns af Norðurlandi vestra. Þó svo að pólitískur einhugur hafi verið í nefndinni sem nýlega lagði fram tillögur í kjördæmamálinu langt frá því að sá einhugur ríki á þingi, sérstaklega eru þingmenn landsbyggðarinnar óánægðir með megin tillögu nefndarinnar. Hún felur það í sér að kljúfa sérstaklega 2 landsbyggðarkjördæmin niður, nánast í miðju. Það er afskaplega óheppilegt og nánast skemmdarverk gagnvart byggðasamstarfinu sem hefur verið að byggjast upp og hefur átt sér stað á undanförnum áratugum og skiptir þessar byggðir afar miklu máli. Ég vildi helst sjá Norðurland allt eitt kjördæmi eða sem sagt að Norðurlandi vestra yrði ekki skipt upp, heldur að annarkvort fylgdi vestursvæðinu allt eða austursvæðinu. Hvort hefur þú frekar kosið? Ég er norrlendingur, ég hefði nú heldur viljað sjá Norðurland allt eitt, en ég vil vinna það til þess að kjördæmið sé óskipt, að það myndi færast allt vestur. Það er raunin allt í lagi líka og það hefur þann góða kost, ef skiptir Tröllaskaga, þá hefur það góða kost að líka væri hægt að leysa vandamálið á Austurlandi með því að þá er Norðurland eystra og Austurlands kjördæmi núverandi. Þau yrðu sem sagt saman eitt kjördæmi og Vesturland, Vestfirðir og Norðurland vestra eitt kjördæmi. Formenn stjórnarflokkana eru nú að skoða tillögurnar og Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokks og þingmaður Austurlands, hefur tekið undir að ekki sé heppilegt að skipta núverandi kjördæmum til greina komi frekar að sameina þau. Alþjóða matvælastofnunin telur ekki lengur vera hungursneyð í Norður Kóreu en ástandið sé enga síður afar bágborið. Stór hluti norður kóresku þjóðarinnar er vannærður að mati stofnunarinnar og horfurnar ekki allt of bjartar því kommunistastjórnin sé treg til að gera nauðsynlegar endurbætur sem leitt geti þjóðina út úr þrengingunum. Norður Kórea er háð matvælaaðstoð umheimsins og hana þarf að auka að mati Alþjóða matvælastofnunarinnar. Clearly the situation is still very serious, and that you look moving around the countryside, a lot of people you see are clearly very undernourished. They are not really, it's not a farming situation, you don't see people falling over on the roadside or things like that, but you can see that the general population is really weak. Ngongi kom í dag til Kína eftir vikuferðum Norður Kóreu. Hann sagði skrifræði óskaplegt í landinu og hjálparstarfsmönnum væri gert erfitt fyrir að koma matvælum til fólksins. Flóð eyðilögðu uppskeruna 2 ár í röð og þurrkar í fyrra, en Ngongi segir að nú sé ekki hægt að kenna veðri matvælaskortinn. Miklu fremur sé skýringa að leita í stjórnarháttum og nauðsynlegt sé að þjóðir heims hvetji stjórnvöld til að blása líf í hagkerfið og landbúnaðinn þó þjóðin búi ekki við endalausan vesaldóm. Á Efstalandi í Ölfusi er framkvæmdu nú að ljúka á Víkingskála sem hefur hlotið nafnið Ingólfsskáli, en þá er verið að vísa í fyrsta landnámsmannin Ingólf Arnaldsson sem hafði vetursetu undir Ingólfsfjalli. Björn Sigurðsson, bóndi á Efstalandi, byrjaði á framkvæmdum við Ingólfsskála fyrir ári og ætlar að opna hann næstu mánaðamót. Fyrir 10 árum breytti hann fjósi í veitingastæðin Básinn sem er mjög vinsæll og byggir Ingólfsskála við það hús. En er Björn að höfða til einhvers ákveðins hóps viðskiptavina með byggingu skálans? Nei, ekkert frekar. Þetta verður tekið að bóti hér á hópum í mat og drykk. Og ýmsa uppákomið svona frá þessum tímum. Bæði með veitingar og eins áhöld. Þannig að það verða hér jafnvel einhver sýningaratriði fyrir ferðamenn sem koma hér að skoða? Já, það er meiningin að gera það. Það verður á þessu víkingatíma. Og þessi skáli, er hann sem sagt alveg í takt við þennan tíma, víkingatíma? Já, hann er svona mestu leyti í takt við það, já. Hlaðin utan og klæddur innan í hólf og gólf eins og þeir höfðu. Þeir voru með þetta alveg hreint múselt og enda höfðu þeir þræla og timbur og gerðu þetta allt úr timbri. Ertu bjartsýnn á að þetta gangi vel? Já, ég er bjartsýnn á það.
alveg fullu bjartsýni með það. Ég held að þetta sé alveg kominn tími til að vera. Ingólfsfjallið verður hér alltaf og skálinn verður hér líka og ég ætla að vona að það geti gengið. Í Ingólfsskála verður hægt að taka á móti 250 manns í sæti. Skálinn er 450 fermetra stærð og það fór 2 hektarar af þökum á skálan að utan. Lögreglan í Reykjavík mun ekkert aðhafast gegn áfengis- og bjórauglýsingum á meðan niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur í máli gegn Ölgerðinni Agli Skallagrímssyni frá því í gær stendur. Ekki hefur verið ákveðið hvort dómnum verði áfrýjað. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í gær framkvæmdastjóra Ölgerðarinnar af ákæru brot á áfengislöggjöfinni með því að auglýsa bjór. Lögreglan vildi fá úr því skorið fyrir dómstólum hvort lögin stæðust, en auglýsing Egils Skallagrímssonar, nú er Egill sterkur, birtist á flettiskilti í sjónvarpinu og í Morgunblaðinu. Þetta hefur verið þrætumál allangan tíma og við ákváðum að láta reyna á þetta fyrir dómstólum og þessi dómur stendur. Viðbrögð lögreglunar eru til samræmis við niðurstöðu dómsins. Nú er þetta tiltölulega ný lög. Eru þeim eitthvað ábótavant? Samkvæmt því sem dómurinn segir þá fær þetta ekki staðist tjáningarfrelsis ákvæði. Georg segir það ekki verið í verkahring lögreglunar að áfrýja dómnum. Það sé undir saksóknara komið hvort svo verið gert í þessu tilviki. En mun lögreglan þá ekkert aðhafast gegn áfengisauglýsingum? Meðal þessi dómur stendur óhaggaður. Þá mun lögreglan ekki aðhafast vegna áfengisauglýsinga. Nýtt athvarf fyrir geðfatlaða var opnað í Kópavogi í dag. Það mun svara mikilli þörf fyrir stuðning utan stofnana. Í dag er alþjóðlegur geðheilbrigðisdagur. Kjörorð hans í ár er mannréttindi og geðheilbrigði. Í tilefni dagsins var haldin málverkasýning og málþing, samkoma í nýju húsið Geðhjálpar við Túngötu og þaðan var gengið fylltu liði upp í Odda þar sem heilbrigðisráðherra var afhent skýrsla stefnumótun í málefnum geðsjúkra. Í Kópavogi var opið hús í dvöl. Þetta er athvarf fyrir geðfatlaða og þetta er ekki stofnun, heldur heimili og þetta er starfsemi, dagsathvarf. Og það sem við munum leggja áherslu á er það að fólk komi hérna á eigin forsendum og komi til að njóta samveru og samvista við bæði starfsfólk og aðra gesti. Og það sem við leggjum kannski aðalega áherslu á er það að þetta sé heimili og hlýlegt umhverfi. Í dvöl verður hægt að fá heitan mat, aðstoð við þvotta og þar verður listasmiðja. Ekki er enn hægt að segja til hve margir munu njóta þessara þjónustu en í Kópavogi eru þegar milli 70 og 80 manns á skrá. Fyrir 100 árum var miðbæjar skólahúsið í Reykjavík vígt og skólinn settur. Aldarafmælis þessa merkahús var minnst með viðhöfn í dag og það voru margir fyrrverandi nemendur og kennarar sem gengu að nýjum ganga og sali skólans og rifjuðu upp liðna tíð. Bygging miðbæjarskólans markaði óneitanlega tímamót í fræðslumálum Reykjavíkur þegar húsið var vígt fyrir nákvæmlega 1 öld. Húsið hefur alla tíð verið miðstöð menningar og menntamála hér í höfuðborginni. Barnaskóli Reykjavíkur, miðbæjarskólinn, var strax fullsetinn. Í stuttu yfirliti Guðjóns Friðrikssonar sagnfræðings sögu skólans kemur fram að fyrsta árið voru í skólanum 285 börn. 10 árum síðar voru nemendur orðnir liðlega 770 og byggja varð nýja álmu við skólan, svokallaða Suðurálmu. Miðbæjarskólahúsið var opið gestum og gangandi í dag. Svipmyndir úr 100 ára skólasögu fylltu ganga og sali hússins. Margir fyrrverandi kennarar rifjuðu upp endurminningar frá löngu liðnum dögum. Ég kenndi nú hérna seimfæri nemendum seinustu ár sem skólinn var starfandi og þar alveg hef ég nú ekki séð marga nemendur sem ég hef kennt, en mjög marga kennarana. Þeir hafa verið hérna flestir komningar sem voru hérna þegar skólan hætti 69 sem miðbæjar barnaskóli. Hver eru svona eftirminnilegustu minningarnar frá árunum þegar þú varst að kenna hérna? Það eru nú svo geysilega margar. Ég eiginlega minnist mest hvað það var kalt í kennarastofunni. Það var alveg hræðilegt, hún var svo víðáttan, sérstaklega norðankuldi var úti. Skólaportið var í áranna rás vettvangur borgarana til skoðanaskipta og hátíðahalda. Þannig að segja má að skólinn og umhverfi hans hafi verið mikilvægur hluti af lífi þeirra sem bjuggu í grendinni. Ég var náttúrulega hérna nemandi frá 7 ára til 14 ára og þegar ég hafði lokið mínu námi hér þá lauk ég öðru námi í framhaldsskóla og gekk í kennaraskóla
Fyrstu 2 árin eftir ég útskrifaðist sem kennari, þá kenndi ég hér báðar ömmurnar mínar, báðir afarnir mínir, foreldrar mínir og ég og bræður mínir vorum hér í skóla. Auðvitað hefur við djúpar rætur til þessa hús. Miðbæjarskólinn hýsir í dag fræðslumiðstöð Reykjavíkur og námsflokka Reykjavíkur. Það er tekið að hausta og eins og mörg undanfarin ár von á þeim spaugstofumönnum á skjáinn. Fyrsti þáttur haustsins verður á dagskrá strax að loknum fréttum. Þeir spaugstofumenn og núna líka konur voru í óðaðan að undirbúa fyrsta þátt vetrarins. En hvernig var það? Voru þeir ekki hættir? Jú, og ekki í fyrsta sinn. Þannig að þetta er alltaf voða spennandi að sjá hvort við höldum velli eða ekki. Hættum alltaf að voru. Verður þetta með breyttu sniði núna? Þetta verður bæði með breyttu og óbreyttu sniði. Við reynum nú alltaf að finna eitthvað aðeins nýtt á hverju ári. En svo er okkur nú sárt svona ákveðna hluti sem okkur þykir vænt um. Nú hafið þið fengið 2 nýja liðsmenn í hópinn. Þýðir það að við sjáum ykkur ekki kvenhlutverkunum lengur? Já, það er fjarri því. Aftur á móti koma þær til með að leika karlhlutverk eitthvað. Vantaði meira fólk í það að taka við karlhlutverk. Þannig að við getum einbeitt okkur að hinum. Íþróttir Samúel, hvernig fór hjá okkar mönnum í Armeníu í dag? Já, það var ekkert spaug. Það var markalaust jafntefli og næsta sanngjörn niðurstaða á sterkum heimavelli Armena. En ungmennalandsliðið fékk heldur harðari lendingu. Það tapaði 1-3 eftir að Armenar skoruðu 2 mörk á fyrsta stundarfjórðungnum. Armeníumenn sóttu grimmt í byrjun leiks í dag og framan af síðari hálfleik, en Íslendingar áttu skyndisóknir á milli. Heldur var leikurinn bragðdaufur og bar þess merki að hvorugt liðið vildi fyrir nokkurn mun láta sinn hlut. Armeníumenn hafa undirstrikað líkt og Íslendingar að þeir eiga sterkan heimavöll sem engin gestur getur bókað sigur og úrslitin í dag voru markalaust jafntefli. Íslendingar mæta Rússum hér heima á miðvikudag en Rússar töpuðu 2-3 fyrir Frökkum í Moskvu í dag. Þá sigruðu Úkraínumenn Andorramenn 2-0 í Andorra. Úkraínumenn hafa nú 6 stig í riðlinum, Armenar og Frakkar 4, Íslendingar 2 og Rússar og Andorramenn ekkert stig. Það urðu talsverð tíðindi á Íslandsmótinu í handknattleik í dag þegar Stjarnan í Garðabæ vann stórsigur á Fram 27-18 en fyrir var Fram efst í deildinni hafði unnið alla 3 leiki sína til þessa en Stjarnan aðeins þann fyrsta. Heiðmar Felixson fór fremstur sterkra skotmanna Garðbæinga í dag með 8 mörk. Markvörðurinn ungi Birkir Guðmundsson var hetja dagsins með yfir 20 skot varinn, þar af 2 vítaköst. Og í leiklið í dag var dregið í fyrstu umferð bikarkeppni karla í handknattleik. 6 lið komast beint áfram í 16 liða úrslit en af 10 leikjum í 32 liða úrslitum eru 3 stórleikir, Haukar FH í Hafnarfirði, Selfoss HK á Selfossi og Stjarnan og Fram mætast aftur í Garðabæ. Þegar laufin falla, lifna leikhúsin við og hér í Þjóðleikhúsinu er verið að frumsýna nýtt leikrit eftir Ragnar Arnalds og við skulum aðeins skoða það. Sólveig er örlagasaga Miklabæjar Sólveigu og séra Odd. Guðrún, dagt eftir. Sýslumaður að færa okkur gjafir. Það kannast eflaust margir við þjóðsögunum Sólveigu. Það er Vigdís Gunnarsdóttir sem fer með hlutverk hennar og Þröstur Leó Gunnarsson leikur Odd. Leikstjórn er í höndum Þórhalls Sigurðssonar. Höfundur verksins, starfsaldursforseti Alþingis, Ragnar Arnalds, lýsir verkinu svona. Þetta er fyrst og fremst ástarsaga Sólveigar og séra Odds. Þetta er saga ást sem nær út yfir gröf og dauða. En ég vil nú taka það fram að mín Sólveig er ekki endilega sú Sólveig sem fólk þekkir úr þjóðsögunni, því að hún er ákaflega neikvæð persóna. Sólveig var jú hötuð og fyrirlitin og nánast fordæða sem skeldi kynslóðirnar hverja eftir aðra, en ég hlýt að spinna söguna alveg upp á nýtt á mínum forsendum. Það er sáralítið getið hvað var á milli Sólveigar og séra Odds í heimildum. Það veit nánast enginn, þannig að ég hef frjálst val. Svo við getum sagt að uppistaðan er byggð á
sannsögulegum heimildum. En vefurinn á mín ábyrgð. Ragnar gefur ekki mikið fyrir boðskap í leikritum og segir að áhorfendur verða að lesa það út úr verkinu sem þeim hentar. En hann er ekki alveg ókunnugur leikhúsi því eftir Ragnar hafa verið sýnd verkin Uppreisn á Ísafirði, Sveitasinfonían og Hús Hillibrands. En megum við eiga von á fleiri verkum eftir Ragnar? Það veltur nú ekki bara á mér, það veltur á áhorfendum og það veltur á leikhússtjórum. En ég á í pokahorninu drög að fleiri en einu leikriti. Hér í Galleri Geysi í hinu húsinu opnuðu í dag 10 ungir listamenn sýningu. Þeir spyrjast hvort það hér sé verið að sýna glæp eða list og þeir eru félagar í hinu reykvíska úðrafélagi. Sumir myndum kannski segja að þetta væri krot sem ekki ætti heima í sýningarsal. Það getur vel verið. Ég veit það ekki. Nú er gangið upp í Kjarvalsstöðum er sýning, það er sjónvarp. Það getur fólk fylgst með það sem ungur karlmaður stundar sjálfsfróðan. Og mér hefur heyrst á stúlkur sem starfar hérna í anddyrinu að fólk sé hvað að labba hérna út og segja að þetta er ekki list, þetta er ekki list. En þetta er náttúrulega spurning hvað er list og hvar á list að vera og hvernig og fyrir hvern. Og er það listamaðurinn sem að skapa listina eða er það sem sagt áhorfandinn? Nú ímynda maður sér að sumir tengi þessa gerð listar eða veggjakrotið við kannski spennuna að gera eitthvað í óli. Jú, að vísu er það alveg satt. Þetta er náttúrulega spennandi af því að þetta er ólöglegt og það er svona vekur þetta svona gífurlega athygli. En svo er náttúrulega spurning með nú er leið og þetta er orðið löglegt og þá er þetta leyfilegt. Og þá leið fyrst þetta er leyfilegt undir inn í galleríi, af hverju er þetta þá ekki leyfilegt út á götu? Og hér í kaffileikhúsinu verður frumsýnt annað kvöld spunaverkið Barbara og Úlfar. Og það getur verið skemmtilegt því að engar tvær sýningar eru eins. Þetta er spunasýning þar sem Halldóra Geirharðsdóttir og Bergur Þór Ingólfsson setja upp trúðsnef og breytast þá í persónunar Barbaru og Úlfar. Og þá er undir hælinn lagt hvað áhorfendur fá að heyra og sjá. Við Halldóra og Bergur erum búin að velja fullt af mónólógum og efni sem er okkur kært úr Shakespeare, úr Grikkjónum, og ljóð og bænir og ýmislegt, allt sem er okkur kært. Og við höfum tileinkað okkur það, en Barbara og Úlfar reyna svo að leika það. Og leið og við sitjum á okkur nefinn þá breytist allt. Þau eru ekki við í rauninni. Þau segja alltaf sannleikann, get ekki annað. Og að því að við erum svona manneskjur en ekki trúðar þá felum við svona ýmislegt í það sem kallum hvít lygi. Hún er ekki til hjá þeim. Það er svolítið skemmtilegt að sjá og heyra. En hvað segja Barbara og Úlfar um sýninguna? Hérna í hlaðvarpanum kaffileikhúsinu þá erum við eiginlega bara, ég er svolítið feimin, svona byrði. Ég er ekkert feimin. Það er bara hann sem er feimin. Ég hef svo oft komið í sjónvarpinu. Ég er alveg með því. Þóranna, er veturinn gengin í garð? Já, það virðist vera að náttúrulega gera það í þessari viku, en við skulum nú líta fyrst á spána fyrir morgundaginn. Þá sjáum við að það á nú að kólna verulega á norðanverðu landinu en létta til sunnanvert landið og það á mikið eftir að gerast þá til klukkan verður 18 á morgun og við skulum bara líta á það hér eftir fréttir. Og það var helst í fréttum okkar í kvöld að Læknafélag Íslands tók ekki afstöðu til frumvarps miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði á aðalfundi sínum í dag. Fundinum og afgreiðslu málsins var frestað 3 vikur. NATO hefur frestað til mánudags að taka ákvörðun loftárásir og því reyndi þrautar helgina að telja Serbum hughvarf. Hvítrússar vilja veita þeim hernaðaraðstoð. Og Technoprom Export hefur fallist á kröfur verkalýðsfélagana launakjör erlendu starfsmannanna við Búrfellslínu. Fulltrúi Landsvirkjunar mun fylgjast með að rétt verði að málum staðið. Og fleiri verða fréttirnar ekki að sinni. Fréttir næst í sjónvarpinu á morgun klukkan 8. Verið sæl.